Halleluja, Faðir. Við þökkum fyrir Drottinn, nærveru þína sem hér. Skulum bara setja hendina svona út. Gerið bara svona, setja hendina út. Heilagur Andi, hann vill fylla þig núna. Halleluja. Faðir, ég þakka þér fyrir nærveru þína, Drottinn Jesús. En heilagur Andi, ég bið að koma núna og gjörsamlega yfirfylla okkur. Að finna gleði, að finna nærveru. Að megum finna hvað það að vera drukkin í heilugum anda. Við bjóðum þig velkomin. Velkomin til þess að fylla á okkur. Jesús, meira þér, Jesús. Meira þér, heilagur Andi. Bara meira. Meira þér. Bara meðtökum það sem að gerast inni. Meðtökum það inn í anda okkar, inn í hjart okkar. Inn í hug okkar, inn í sál okkar. Bara djúft. Halleluja. Komið sæl og blessuð. Yndislegt að sjá okkur öll inn í kvöld. Ég er ekki frá því að ég sé bara svolítið drukkinn og ég er svo þakkláttur fyrir það. Ég held ég hefði vitað. Pennin brotinn. Ég skrif ekki meir í kvöld. Ég held ég hefði vitað hvað það var að vera drukkinn. Ég hafði undir áhrifum þangað ég kynntist því að vera fylltur af heilugum anda. Alla ævi var ég að elta þetta ástand. En ég fekk svona eins og glansmynd af því í fyrsta skipti sem ég notaði eiturlyf. Svo var ég alltaf að elta þessa glansmynd. Og ég var alltaf að rembast við að komast á þennan stað sem að ég fekk svona smjörþefinn af fyrst þegar ég prófaði eiturlyf. En það er akkurat það sem að heimurinn hefur upp á að bjóða. Hann hefur upp á að bjóða að plata okkur, að draga okkur á asna eyrunum þangað til við erum búin að leggja líf okkar og marga í kringum okkur í rúst. En það sem ég upplifi þegar ég fyllist á anda Guðs, þá upplifi ég þetta frelsi og hann fögnuð í heilugum anda sem að fylli mig algjörlega og maður bara er. Þvílíkur lúksus að fylgja Jesú Kristi, að upplifa þetta frelsi sem hann er upp á að bjóða. Takk fyrir. Því að það er raunverulegt frelsi. Það er raunverulegt frelsi, það er ekki einhver lygi eða svona eins og einhver tálmynd eða tálsýn sem þú eltir. Ég elti svona tálsýn í fjölda ára. Ég trúði því að mér myndi fara að líða vel þegar að ég ætti bara nóg af peningum og nóg af kókaini. Þá hélt ég að ég myndi alveg vera með þetta. Þá hélt ég að þetta myndi verða allt í lagi. Svo kom að því að ég var byrjað að flytja inn eiturlyf og ég átti nóg af peningum, gat fengið það sem ég vildi, gat gert það sem ég vildi, gat haga mér eins og mér sýndist. Stuttu seinna var frelsaðist ég. Og ég trúi að það hafi verið út af því að augum mér raunverulega opnuðust fyrir því að það sem ég var búin að vera að elta var ekkert annað en lygi. Mér leiði ekkert betur, ég var tómara innan og ég átti enga innistæðu fyrir einu eða neinu, tilfinningalegu. Ég var algjörlega blankur tilfinningalega, ég var gjaldþrota. Ég var fullur að kvíða og ótta. Á daginn var ég töffari en þegar ég var einn þá var ég hræddur. Skíthræddur, ég vissi ekki einu sinni við hvað ég var hræddur. Og ég gat ekki sett puttan á það hvað ég var hræddur við. Og svo kynntist ég Jesú Kristi. Og ég fekk að upplifa þessa von og þessa gleði og þessa fullkomnun í heilugum anda. Þessa að ég finn að hann er í mér. Og þegar ég finn að hann er í mér þá eru allir hlutir mögulegir. Og við erum öll að berjast við eitthvað í okkar lífi núna, í mínu lífi í dag er risi fyrir fram að mig sem að ég þarf að fella og örugglega fleiri en einn sem er að reyna að draga orkun úr mér, reyna að draga trúna úr mér, reyna að berja mig niður.
En það eitt ráð sem ég kann, það að lofa Drottinn í öllum kringumstæðum, það að lyfta upp nafninu hans, sama hvað, og leyfa ekki óttanum að taka sér rúm í hjarta mínu. Ég veit að Guð að fara að gera eitthvað stórkostlegt í kvöld. Ég veit að Guð að fara að leysa fólk í kvöld. Þannig Guð að fara að upplifa frelsið, munu upplifa margir inni, munu upplifa í fyrsta skipti hvað það að vera fullur af heilagum anda, hvað það að upplifa þetta frelsi og þessa lausn sem að verða þess valdandi að tárin renna og maður bara veit ekki hvaðan þessi tilfinning að koma. Margir munu fá sigur í kvöld yfir kringumstæðum í lífið þeirra. Því að Drottinn ætlar að gera stórt verk í kvöld. Ég man ekki eftir því hvenær hefur verið svona miklar hindranir á því að ég komi og prediki orð Guðs, veist að vinnunni kom fáránlegt atriði upp. Þegar ég kom heim, þá fáránlegt atriði, barnapían klikkaði og svo fekk ég hundleiðilega símhringingu. Og það var einhvern veginn allt sem að reyndi að halda mér eða koma hingað í kvöld, og ég trúi að það sé út af því að Guð að fara að gera eitthvað stórkostlegt í kvöld. Guð að fara að leysa fólk í kvöld. Guð að fara að gefa frelsi, lausn og lækningu. Ég að tala til þín sem þekkir ekki Jesú Krist, og ég veit að það inni hérna fólk í kvöld og ég finn það í anda mínum, fólk sem búið að vera að berjast fyrir lífi sínu, og Guð ætlar að leysa þig í kvöld. Lausnin hér fyrir þig. Davíð var ungur drengur, rauðhærður og fríður sínum, stendur í Biblíunni. Finnst ykkur ekki rauðhært fólk fallegt? Það er yndislegt fólk. Ég skil ekki okkur alltaf vera að stríða rauðhærum. Ég held að sé út að rautt hár svo flott. Það hlýtur að vera eitthvað svoleiðis, því að rauðhært fólk fallegt. Og alltaf Davíð, það stendur í Biblíunni, hann var rauðhærður og fríður. Og Davíð, hann var lítill smala drengur. Honum var ekki treystandi til að fara í stríð með bræðrum sínum, heldur var hann sendur til að gæta, stendur mér nokkra kinda. En svo stríð búið að vera og það risi sem heitir Goliat, sem var yfir 3 metrar á hæð, sem búin að rógna Ísrael. Og búin að vera að smána Ísrael. Sem búin að vera að smána fólkið. Davíð sagði við Sál, og þetta sem sagt þegar að Goliat búin að vera öskra að æpa á Ísraela í 40 daga og 40 nætur, og þeir vita ekkert ráð, þeir eru allir skítrættir, þungbúnir, og þeir eru bara búin að gleyma hver Guð er. Þeir eru búin að hlusta svo lengi á lygina að þeir eru bara búin að gleyma því hver Guð er. Þeir eru búin að gleyma því að þeir eru Guðs útvalda þjóð. Og þá kemur smala drengurinn, hann sendur þarna til hermannanna til að koma með nesti til þeirra, og kemur með einhverja samlokur fyrir bræður sína sem eru í stríðinu, og hann finnst svona að velta við sig, hvað eiginlega að gerast þetta maður? Býtu, hvað? Af hverju að láta hennan fylist að vera að rífa kjaft? Eru þið bara alveg búin að gleyma því hver Guð er? Eru þið bara alveg búin að gleyma því hverjir þið eruð? Og þá segir eldri bróðir að ég blessa það drífið og passa þess að nokkra kindur sem að pabbi var að senda til að passa upp í hæðinni. Og það kemur alltaf þetta mótlæti á mótunum. En hann labbar, og Sál konungur, hann búinn að lofa bara þeim sem að felli risan, hann fái bara einhverja prinsessu á launum og fullt af auðæfum, og samt enginn búinn að þora að fara á stað. En Davíð, hann hleypur og hann talar við konunginn. Eftir að hann búinn að rífast við bræður sína, bræður hans eru búinn að berja niður, segja honum bara, hann sé bara einhvers sauðahirðir sem bara treyst fyrir mér þess að fáum sauðum. En Davíð, hann fer og tala við Sál sem var konungurinn, og hann segir við Sál, enginn láti hugfallast. Þjónn þinn mun fara og berjast við Filista þennan, og ég myndi ykkur að vera konungurinn,
þú veist, með einhverja svaka brynju og skjöld og sverð og með hersveit og það kemur einhver lítill snáði, rauðhærður og frekknóttur, pínu lítill og segir bara, engar áhyggjur, ég skal sjá þetta fyrir þig. Og Sál svona ekkert alveg nóg ánægður með þetta og segir við Davíð, þú ert ekki fær að fara á móti Filista þessum og berjast við hann, því að þú ert ungmenni, en hann hefur verið bardagamaður frá barnæsku sinni. Þú ert ekki nógu góður til að geta látið draumana hennar rætast. Guð er ekki fara að blessa það á þennan hátt. Gefstu bara upp. Þú hvort alltaf að gefast upp. Það eru þessar raddir sem koma, sem að ráðast gegn okkur, sem reyna að brjóta okkur niður, sem reyna að stela því sem að Guð vill gera fyrir okkur, af okkur. Það eru þessar raddir sem segja að þú ert ónýtjungur, þú ert ekki nógu góður, þú ert ljótur, þú ert feitur, þú ert ömurlegur. Það eru þessar raddir sem segja að þú getur ekki staðið upp aftur. Þú ert búin að bregðast allir í fjölskyldunni þinni. Það er engin von eða möguleiki fyrir þig. Þetta er allt of stórt verkefni fyrir þig. Þú getur ekki gert þetta. Bara lítill smaladrengur. En Davíð sagði við Sál, þjónn þinn gætti sauða hjá föður sínum. Ef þá kom ljón eða björn og tók kind úr jörðinni, þá hljóp ég á eftir honum og felldi hann, reif kindina úr gini hans, en ef hann réðst móti mér, þá þreif ég í kampa hans og laust hann til bana. Hann byrjar að segja honum frá því, frá vitnisburðunum í lífinu. Hann byrjar að minnast þess sem að Guð hefur þegar gert fyrir hann. Ef að Guð tók mig í gegnum þetta og þetta, þá tekur Guð mig líka í gegnum þetta. Og ég er ekki hræddur við einhvern Filista. Bæði ljón og björn hefur þjónninn drepið og þessum óumskorna Filista skal reiða af eins og þeim, því að hann hefur smánað herfylkingar lifandi Guðs. En í dag er Gólíat að verki. En í dag eru risarnir að verki að smána herfylkingar Guðs. Að smána herfylkingar Guðs, að smána það sem Guð er að gera, að smána þann sem er að reyna að rísa upp, að stela því sem að Guð hefur reynt að fæða fram. En eftir svolitla stund að þá hleypaður honum á stað og fyrst viljaði svona að setja hann í brynju og láta hann fá sverð sem var þyngri en hann sjálfur. Og hann bara klæði sig í þetta og hugsa bara, nei, veistu að þetta er bara ekki ég. Hann fer á stað og ætlar að sigra hann. Hvað tekur hann með sér? Hann tók staf sinn í hönd, stafinn sem var með þess að fáu kindur til að passa, til að slá svona í þær að voru að fara og langt. Og hann tók 5 hála steina úr gilinu og lét þá í smalatöskuna sem hann hafði með sér í skreppuna og tók slöngu. Það er svona eins og, ég veit ekki hvað slanga er það ekki, þetta er svona eitthvað, svo skýst steinnin úr þessu og sleppir öðrum megin. Og hann tók með sér 5 hála steina úr gilinu. En Filistinn gekk nær og nær Davíð og maður sem bar skjöld hans gekk á undan honum. En ef Filistinn leit til og sá Davíð, þá fyrirleit hann, af því hann var ungmenni, rauðleitur og fríður sínum. Og Filistinn sagði við Davíð, er ég þá hundur að þú kemur með staf á móti mér? Hann bara stór hneykslaður og byrja strax að reyna að rífa niður með eitthvað gaur til að halda á skildinu sínu með eitthvað risa sverð, miklu stærri en Davíð. Og þegar hann sá Davíð þá hataði hann.
og hún langaði bara til þess að kála honum. Hún langaði til þess að rífa hann í sig. Og það akkurat það sem hindrun í lífi þínu vill gera við þig. Hún vill rífa þig niður. Hún vill kála þig. Hún vill drepa þig. Daginn á leið vika á Íslandi sem aldrei fleiri höfðu tekið sitt eigið líf. Það var met á einni viku höfðu aldrei fleiri frá því að þau fóru að mæla þessar tölur með sjálfsvík tekið sitt eigið líf á einni viku. Það sem að fólk fjall fyrir eigin hendi, það sem að fólk fór að trúa því sem að Gólíat var að segja, það sem að fólk fór að trúa því að það ætti ekki afturkvæmt. Það sem að fólk fór að trúa því að það væri best fyrir alla ef þau myndu fara. Og ég þekki það að vera á þessum stað að vilja taka mitt eigið líf, að hugsa að það sé betra fyrir alla að ég fari. Að ég sé ekkert nema byrði. Og Filistinn formælti Davíð Guðsinn. Og Filistinn mælti við Davíð: kom þú til mín, svo ég gefi fuglum loftsins og dýrum merkurinnar hold þitt. Hann ætlaði að rífa hann í sig. Og samkvæmt öllu, mannlega séð, það var ekki möguleiki fyrir hennar litla smala dreng. Hennar pínu litla smala dreng, ég nú lítill en hann var nú minni en ég. Að sigra þetta hraustmenni, hennan risa. Og hvað gerir Davíð þegar hann heldur áfram á hótunum, þegar hann heldur áfram að reyna að brjóta hann niður? Hann reynir að hræða hann, segir ég er að fara að rífa þig í sundur og gefa fuglunum að borða með þér. Davíð sagði við Filistan: þú kemur á móti mér með sverð og lensu og spjót, en ég kem á móti þér í nafni Drottins, allsherjar, Guðs herfylkingar Ísraels, sem þú hefur smánað. Í dag mun Drottinn gefa þig í mínar hendur og ég mun leggja þig að velli og ég mun höggva af þér höfuðið. Og hræ þitt og hræin af her Filista mun ég í dag gefa fuglum loftsins og dýrum merkurinnar, svo öll jörðin viðurkenni að Guð er í Ísrael. Þarna er maður sem vissi hver hann er. Hann bara vissi nákvæmlega hver hann var. Og hann vissi nákvæmlega hver Drottinn Jesús var. Hann vissi hver Guð var. Og hann vissi það að ef einhver kom gegn því sem að Guð var að byggja upp, þá átti það ekkert annað skilið en að vera fellt. Og hann byrjar að spá yfir Ísraelum. Ég mun bara höggva þér höfuðið og ég mun gefa fuglunum að borða en ekki þú. Og til þess að allur þessi mannsafnaður komist að raunum að Drottinn veitir ekki sigur með sverði og spjóti, því að bardaginn er búinn Drottni. Og þetta vil ég segja við því í dag: bardaginn þinn er búinn Drottni. Sigurinn er unninn. Bardaginn er búinn Drottni. Hann var unninn fyrir 2000 árum síðan. Og veit að Filistinn fór á stað og gekk fram og fór á móti Davíð. Og ég myndi ykkur, þarna er bara einhver ófreskja, einhver hrikalegur gaur sem byrjar að ganga á móti Davíð. Og hvað gerir Davíð? Þá flýtti Davíð sér og hljóp að fylkingunni á móti Filistánum. Hann hræddist ekki eina mínútu. Hann var ekki óttasleginn eitt. Hann bara vissi að Guð myndi sigra. Hann vissi að Guð var búinn að sigra. Hann kunni formúluna. Það er enginn sem rífur niður verk Guðs. Það er enginn sem getur sigrað það sem Guð er að gera. Ef það er einhver tilbúinn til að trúa því að Guð vilji sigra. Ef það er einhver tilbúinn til að hlaupa með sannleikann, þá mun sannleikurinn ná fram að ganga. Ef það er einhver tilbúinn til að hlaupa með loforðin, þá munur loforðin ná fram að ganga. Ef það er einhver tilbúinn til að segja frá sannleikanum, þá mun einhver annar verða frjáls. Því ef einhver er tilbúinn til að gefa Jesú Kristi að hlaupa með sannleikann,
þá mun einhvað gerast. Og Davíð stakk hendi sinni inn í smalatöskuna og tók úr henni stein og slöngvaði og hann hæfði Filistan í ennið og steinninn hann festist í hendina á honum. Ímyndið ykkur þessi stóri maður. En það sem merkilegast af þessu öllu, það kemur hérna og hann féll á grúfu til jarðar. Og ég man þegar ég var að lesa þetta með vinum mínum og hann spurði, af hverju heldur hann að falla á grúfu? Og ég fór bara að hugsa, býtu nú aðeins. Hann fekk steininn á flegiferð í andlitið. Og ég nú oft búinn að prófa að henda ykkur í andlitið á fólki og kýla það og alls konar. Og ég veit bara, ef það kemur eitthvað á flegiferð í andlitið á mér, þá er ég ekki að fara að detta fram fyrir mig. Það er nokkuð. Detti þá á grúfu, búm. Eða detti þá niður á hnén og svo niður á andlitið. Nei, ég detti aftur fyrir mig. Veitu það, að sérhvert hné skal sig beygja og sérhver tunga skal játa að Jesús Kristur er drottinn. Það var Jesús Kristur og sigurinn hans sem sigraði hennan risa. Þess vegna datt hann niður á hnén og framfyrir sig, því það var dýrð drottins sem sigraði risan leið og Davíð trúði því hann myndi vera sigraður. Leið og tilbúin að trúa því að Jesús sé að fara að leysa þig og hlaupa í áttina að óttaninum, að þá hverfur óttinn. Og ég hef séð það gerast aftur og aftur og aftur. Og þessi Filisti var sigraður og Davíð tók sverðið hans og hjó á hann höfuðið. Hann lyfti upp höfðinu og hann labbaði með það landið og hreinsaði landið af öðrum risum. Af því hann fór með vitnisburð það að hann hafi sigrað, að hann hafi komist í gegnum eitthvað og hann losnuði fleiri og fleiri. Sjá hennar sal hérna. Horfið hans í kringum ykkur. Hérna inni, hann var risar verið feldir aftur og aftur og aftur og aftur. Þannig að við búrið daginn var einn maður sem læknaðist af krabbamenni. Hann var krabbamenn í blöðruhálskirtli, hann vitnaði hérna fyrir 2 samkomum. Þegar þeir tóku sýni þá var þetta bara farið. Það var akkurat þarna. Það var þarna við. Þunglindi. Þetta er fólk fengið laust við þunglindi. Risar þunglindis hafa verið feldir. Kvíði. Kvíði hefur verið negldur niður hérna. Við þetta altari. Hérna hafa sigrarnir verið gerðir. Það sem að fólk hefur hlupið í áttina á Guði og sagt, hér er ég, hvar ert þú? Ótti. Ótti hefur verið sigraður hérna. Veit það, fyrsta árið eftir ég kom úr fangelsi, þá þorði ég ekki að fara út úr húsinu fyrir að það var orðið dimmt. Heima hjá mér. Ég var svo þjakaður af félagsfælni. Ég var svo þjakaður af skömm og ótta og kvíða. Ég fór ekki út á daginn. Í dag stend ég og predika þetta fyrir framan ykkur og ég finn ekki fyrir því. Ég var fullur af ótta og kvíða. Í dag er ég frjáls. Sigrarnir eru unnir hérna, risarnir eru feldir hérna. Alls konar sjúkleiki sem við höfum séð læknast hérna, við höfum séð ótrúlega kraftaverk. Við höfum séð ótrúlega risafelda hérna, hér og nú. Það sem við erum að gera, við erum að berjast trúarinnar góðu baráttu. Og við viljum hjálpa þér að fella risan í lífiðinu. En þú þarft að standa upp. Þú þarft að hlaupa á stað. Þú þarft að segja, Guð, hér er ég. Og ég ætla að trúa því sem þú hefur sagt. Ég ætla að trúa því sem þú hefur gert. Krabbamenn og ófyrirgefning hafa verið sigruð hérna. Veitu hvað, ég sé mikið af fólki losna undan alls konar líkamlegum kvillum sem hafa þjáðu í fleiri, jafnvel 20 ára, bara með því að fyrirgefa. Þessi risar eru feldir hérna á þessu gólfi. Og í dag ætlum við að fella risa hérna í dag.
allir sigrar byrja eins. Allir sigrar byrja eins. Það einhver sem trúir. Það einhver sem fer á stað sem trúir. Og sigurinn fylgir á eftir. Það stendur í orði Guðs að við horfum tilbaka. Það er undur, tákn og kraftaverk að fylgja okkur. Hvar sem við komum og hvar sem við erum. Þú veistu að heilagur andi er hér í dag. Hann er hér í dag til að gefa þér frelsi. Hann er hér í dag til að sundurbrjóta sérhvert ok sem er inn í þessum sal. Hann er hér til að gefa lausn og lækningu. Veitu að af því hann elskaði þig. Af því hann lagði það á sig. Veitu að Jesú lagði á sig til þess að við getum átt sigur yfir Gólíat. Hann dó. Hann kom í mannsmyndina niður. Hann lifði inn í 3 ár. Nei, hann þjónaði inn í 3 ár. Hann var síðan negldur á kross. Með útréttan faðminn blæddi honum. En hann gafst ekki upp. Hann tók þetta alla leið. Og eina ástæðan fyrir því hann tók þetta alla leið er til þess að þú getur átt samfélag við föður þinn. Þetta er þess að þú getur fengið að upplifa hvað það er að eiga góðan pappa. Hvað það er að eiga velvilja í lífið þínu. Hvað það er að horfa framan í slæmar aðstæður og labba í gegnum þær og vera ekki snertur af þeim. Síðasta ári þá horfði ég framan í aðstæður sem ég hélt ég myndi ekki komast í gegnum. Ég fór í gegnum skilnað, ég misti litlu systur mína úr eiturlyfjum, eða svona einhverjum baneitruðum eiturlyfjum, þetta er náttúrulega allt eitrað. Og ég var í forræðisdeilu litla son minn. Allt á einu ári og þessi risi, hann var hrikalegur, það var hrikalega erfitt að fara í gegnum þetta, en það sem ég átti samt. Og ég vissi að ég lofaði Guð og ef ég trúði því að Guð myndi vel fyrir sjá, að þá myndi þetta fara vel. Á endanum. Og afmælistað litlu systur minnar, þá fekk ég fullt forræði yfir syni mínum. Og ég get hort tilbaka og ég get séð hvernig Guð tók mig frá dýrð til dýrðar. Er ég að segja það þegar þú segir já í Jesú að það verði engir erfiðleikar? Nei, en ég er að segja við þig að þú getur farið óttalaust í gegnum þetta. Þú getur farið með friði í gegnum þetta. Þú getur losnað við kvíðan og óttan og faðirinn getur tekið sér bústað innan með þér. Og það var þess vegna sem honum blæddi, það var þess vegna sem hann tók svipuhöggin 39 til þess að við getum öðlast frelsi og lausn og lækningu. Og ef ég horfi tilbaka það sem er búið að skeða síðan ég sagði já við Jesú, hvað ég er búin að sjá marga rísa upp úr öskustónni sem upplitsstjarft fólk, verða heilbrigt að nýju, fá vonar glampa í augun. Skulum lúta höfði. Ég veit ekki hvað þú ert að berjast við, en ég veit að hér inni er fólk. Ég finna bara svo sterkt í anda mínu sem búið að vera að berjast. Þú búin að vera að berjast tilgang lífsins. Hér er fólk sem búið að vera að berjast við hvort það er að taka sitt eigið líf. Hér er fólk sem er að berjast við kvíða, þunglyndi og ótta. Vitið það stendur í fyrsta versinu, í fyrsta kaflanum í Jóhannesar Guðspjalli, í upphafi var orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Orðið kom og var að holdi og bjóa meðal mannanna. Þetta hérna orð, þetta er lausnin. Þetta er lausnin sem fæðir fram líf í hjörtum okkar, sem stelur óttanum í burtu, sem hrindir honum í burtu. Þetta er það sem kveikir ljósið innra með manni, sem gefur manni frelsið á nýju. En Jesús er hér í kvöld til að gefa þér frelsi. Þú sem átt ekki Jesú Krist í lífiðinu, þú sem hefur verið að berjast við það hver tilgangur lífsins er, þú sem hefur verið að hugsa það, hvað er ekkert meira? Er þetta allt og sumt? Við skulum lúta höfði, systkini, og ekki vera að horfa í kringum okkur. Ef þú ert inni og þú þekkir ekki Jesú Krist og þú átt hann ekki sem frelsara og þú átt ekki þetta frelsi og þú stendur fyrir framan risa í þínu lífi og þú þarft hjálp, réttu þá upp hendina núna.
Því að Guð er hér til að gefa þér frelsi í kvöld. Rétt upp hendina ef þú átt ekki Jesú Krist í þínu lífi. Ég sé hendur á lofti. Skulum halda áfram að vera lútandi. Ef þú ert hérna inni, þú átt ekki Jesú Krist í lífið þínu. Leið mér að sjá hendina þín á lofti.